Liður 10 Hlíðarfjall og aðstaðan þar. Fulltrúi ungmennaráðs Bjarki Orrason stígur upp í pontu. Ágæti forseti, bæjarstjórn, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir fundargestir. Ég stend hér í dag til að færa rök fyrir því að bæta aðstöðu Skíðafélags Akureyrar í Hlíðarfjalli. Mörg íþróttafélög í bænum hafa undanförnum árum fengið bætta aðstöðu til iðkunar. Til dæmis fékk golfklúbbur Akureyrar nýja inniaðstöðu til golfæfinga í vetrarmánuðina. Hins vegar hefur aðstaða Skíðafélagsins setið á hakanum og nú orðin gömul og úr sér gengin. Eina aðstaðan sem iðkendur hafa til að klæða sig í skíðabúnaðinn lítil, þröng og löngu orðin og lítil fyrir þann fjölda sem notar hana. Þar að auki eru skilyrðin þar slæm. Lykt frá klósettunum sem eru við hliðina á rýminu gerir það verkum að fólk vill helst ekki dvelja þar. Loftræsting léleg, gólfið hált og skítugt og það skapar slysahættu. Hillunar sem eiga að geyma búnaðinn eru gamlar og fúnar. Þar sem engin ruslatunna til staðar sannast rusl upp á gólfinu og rýmið verður illa við haldið. Til að bæta þessa stöðu þarf stærra og betra rými fyrir iðkendur. Það væri til dæmis skynsamlegt að brettudeildin og svískiðadeildin hefur sitt hvora aðstöðuna vegna mismunandi þarfa greinanna. Rýmið þyrfti að vera vel loftræst með gúmmímótum á gólfinu til að koma í veg fyrir hálku. Aðstaða til að geyma klossatöskur þarf að vera nægileg og skíðafélagið þarf einnig fundaraðstöðu þar sem myndfundir í dag haldnir í heimahúsum þjálfara eða iðkenda. Auk þess væri mikill kostur að hafa hitara fyrir skíðaklossa, sérstaklega meðan æfingabúðir fara fram, svo hægt sé að þurrka klossana á milli æfinga. Það mætti einnig gera aðstöðunni strýtuskólanum huggulegri og endurbæta hana fyrir iðkendur. Auk þess að bæta búningsklefa skíðafélagsins þarf einnig að tryggja öryggi iðkenda á æfingum og keppnum. Í Suðurbakkanum, sem er ein af brekkunum sem skíðafélagið notar, aðallega í Stórsvígi, bunga rétt fyrir seinasta brattan sem getur hreinlega verið stórhættuleg og hefur tíðkast að iðkendur fljúgi hreinlega af þessari bungu í stórgrýtt landslagi þar. Þetta er hægt að laga með að setja net af A-típunni sem fest í jörðina eins og segl á báti. Þessi net grípa þá sem hafa dottið og koma í veg fyrir alvarlega áverka. Betri aðstaða myndi ekki aðeins bæta upplifun iðkenda, heldur einnig styrkja Hlíðarfjall sem æfingasvæði á landsvísu. Skíðasambandi Íslands myndi frekar velja fjallið fyrir æfingabúðir ef aðstaðan væri góð, sem geti laðað skíðaiðkendur hvaðan ef að. Flott og snyrtileg aðstaða getur líka verið hvatning fyrir börn sem að íhuga að byrja í skíðaíþróttinni. Við vitum öll að veðrið í Hlíðarfjalli getur verið óútreiknanlegt. Þess vegna væri einnig gagnlegt að hafa huggulega aðstöðu í strýtuskólanum með sófum, þar sem hægt væri að bíða þegar lyftur stöðvast vegna veðurs. Að lokum að nefna að iðkendur skíðafélagsins nota strýtuskólann mikið á milli ferða í mótum og því skiptir máli að það sé góð aðstaða. Ég vona að bæjarstjórn sjái mikilvægi þess að styðja við skíðaiðkun í bænum með að bæta þessar aðstöður og tryggja öryggi þeirra sem iðka þessa frábæru íþrótt. Þetta er fjárfesting í framtíð íþróttarinnar og velferð þeirra sem stunda hana. Takk fyrir. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Bjarki Orrason lokið sínu máli og bæjarfulltrúi Hulda Elma Eysteinsdóttir stígur upp í pontu. Forseti, ágætu fulltrúar ungmennaráðs, bæjarfulltrúar og aðrir góða gestir. Ég vil byrja að þakka góðar umræður hér í dag, en það er alltaf mjög mikilvægt og gott að taka spjallið við ykkur í ungmennaráðinu. Einnig vil ég þakka ungmennaráðsfulltrúa Bjarka fyrir hans yfirferðarmáli skíðafélagsins. En ég gæti ekki verið meira sammála þér mikilvægi þess að bæta inn aðstöðu fyrir iðkendur félagsins og stendur það einmitt til bóta eftir því sem ég best veit. Þegar nýja vélaskemman verður tekin í notkun mun skíðafélagið fá hluta af gömlu skemmunni eða betri aðstöðu í gamla hótelinu. Það mun vera tekið samtal, það er eftir því sem ég best hef heyrt, að það verður tekið samtal við skíðafélagið hvernig þetta allt getur komið eitt og saman. Og ég held að samtalið sé að einhverju leyti byrjað, en það er einmitt mjög mikilvægt að þessi aðstaða verði löguð. Hvert er nú komin? Þessa möguleika þarf bara að ræða við félagið og vona ég að þetta sé farið af stað. Varðandi aðstöðu félagsins í strýtuskála, þá er ég algjörlega sammála þér með að það mætti gera skálan mun huggulegri. En ég eyddi einmitt mörgum klukkutímum þarna á vetri í skálanum við vinnu við mótfélagsins og þegar félagið sem reksturinn á sjoppunni og ég veit hversu lúið þetta er orðið.
og ég held að væri bara mjög sterkt fyrir félagið að það myndi lappa upp á þetta eins og önnur félag gera, að það kemur svolítið drifkraftur frá þeim og fengi velunnara félagsins til þess að koma með sér í þetta, jafnvel að vera hægt að safna fyrir einmitt meiri kósí sófum uppi, að því ég veit hvað er mikilvægt fyrir ykkur skíðakrakkana að geta þegar það er vont veður, sest inn og hlýja ykkur aðeins á milli ferða. Þannig að ég held að væri rosa gott að taka samtalið bara fyrst við stjórnina, sjá hvort að þau var ekki til í að koma með ykkur í smá vinnu og svo ábyggilegt að leita til bæjarins að ykkur leiti aðstoð þar. Varðandi netin, það var sem pínu skrítið mitt, ég held að þetta er þessi net ekki til hjá okkur, nú veit ég ekki alveg öryggisnetinni mitt og bara mikilvægt að það sé, sá búnaður sé til, hvort sem það er mitt í verkahring skíðafélagsins eða bæjarins að sjá til þess, en svo hefur verið samtal hjá bæjarstjórninni við vetraríþróttamiðstöð þar sem að er alveg svona ýmsar pælingar í gangi einmitt til þess að laða að okkar svæði verði meira eftirsóknarvert fyrir æfingakrakkana að æfa og inn í þeirri umræðu hefur verið talað til dæmis landmótun upp í fjalli til þess að verði þá fyrirkomin eftir að framleiða fyrir snjó hjá okkur og halda betur í snjóin. En ég bara vona innilega að það veri gott samtal á milli og skíðafélagsins þegar að bara núna næstunni þegar verið teknar þess ákvörðun varðandi skemmuna. Og þakka bara kærlega fyrir að vekja athygli á þessu. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúi Hulda Elma lokið máli sínu og orðið er opið. Þá legg ég til að höldum áfram með dagskrána.